Komið þið sæl, þetta Pólitíkin, 40. og 7. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti höldum við áfram að ræða frumvarp umhverfisráðherra að hálendisþjóðgarði. Í síðasta þætti ræddum við máli frá sjónarhóli landeiganda, nytjaréttarhafa, sveitarstjórnarmála og skipulagsvalds. Í þessum þætti ætlum við að horfa á málið út frá sjónarhóli annars vegar þeirra sem að njóta frístunda á hálendinu og vilja ferðast það og hins vegar þeirra sem stunda þar rekstur. Gestir mínir að þessu sinni eru þeir Sveinbjörn Halldórsson, formaður ferðaklúbbsins 4x4 og Engilbert Olgeirsson, einn eiganda Hellismanna EHF, sem eiga og reka nokkra gistiskála við Landmannahelli á Landmannaafrétti og hafa gert í 30 ár. Verið velkomnir báðir tveir. Takk fyrir boðið. Takk fyrir það. Sveinbjörn, ef við byrjum á þér. Þið í ferðaklúbbnum 4x4 hafið skilað inn umsögn til Alþingis vegna frumvarpsins og hún er ítarleg. Og margt sem þið gerið athugasemdir við, svona kannski út frá hugtakinu ferðafrelsi, hvernig slær þetta frumvarp þig? Sko, það að margt snúið í þessu frumvarpi sem að lítur að ferðafrelsinu og það meðal annars höfum við vent á í 3. tölulið greinarinnar og í greinagerðinni. Það minnst á sem útivist og hvernig útivist heilnæm útivist og annað. Og það tilgreind ákveðin tegund og útivist vélknúin umferð í afþreyingarskyni, það ekki minnst á hana. Þannig að við teljum og okkur finnst eins og vélknúin umferð sé ekki velkomin innan þessa ramma. Þannig að það nú ein ástæða fyrir að við teljum að þetta sé svona snúið og svo eru náttúrulega þau takmörkun sem að geta verið þar sem að í raun og veru ráðherra á að setja reglugerð hvar má keyra og hvar má ekki keyra. Þetta orðið svolítið snúin svona hugmynd frá því sem að við höfum búið við hingað til í ferðafrelsi að við höfum mátt gera allt nema þessi sérstaklega bannað. Nú á allt að snúa þessu við, nú máttu ekkert gera nema þessi sérstaklega leyft. Það við, þessna teljum við að þetta sé verið að brjóta á annarri réttinum og okkar og þeim bara rétti sem við höfum haft á hálendinu. En nú hafið þið ákveðna reynslu af Vatnajökulsþjóðgarði síðustu árin. Hvernig sú reynsla og eitthvað í þessu frumvarpi sem bendir til þess að það verði öðruvísi í stærri þjóðgarði og sjá kannski ekki síst ef við horfum út frá umferð vélknúinna ökutækja? Sko, vandamálin innan Vatnajökulsþjóðgarði eru mörg til staðar ennþá. Það náttúrulega búið að leysa eitthvað af þeim. Það var allavega, það búið að reynda að skipta núna stjórn þannig að það komin nýr maður við stýrið og nýr formaður líka. Framkvæmdastjóri og formaður sem að hafa svona sýnt það allan að sér að þau vilja reyna að ná sáttum í garðinum. Það ekki ennþá búið að ná sáttum á milli útivistarfólks og sem sagt þjóðgarðsins og þegar maður sér síðan copy-paste frá Vatnajökulsþjóðgarði yfir á hálendisþjóðgarðinn að þá sér maður það að meðan við erum ekki búin að sjá hvernig í raun og veru þetta munstur á að geta fúnkera sem að vera að setja upp, þá finnst mér ótækt að fara að stækka það. Fyrst eigum við að leyfa bara Vatnajökulsþjóðgarði að þroskast og þróast, finna út hvað að, það töluvert að í stjórnkerfinu þar, lögum það, þá getum við fara að tala saman stækkun. En mér hillir við að fá Vatnajökulsþjóðgarð yfir allt hálendið, bara því miður. Engilbert, nú hafið þið rekið ferðaþjónustu á Landmannaafrétti í líklega 3 áratugi. Hvernig blasir þetta nýja frumvarpið þér og það segir að mjög skýrt að öll atvinnutengt starfsemi sé bönnuð nema með leyfi, eins og Sveinbjörn kom inn á áðan. Þá jafnframt ákvæði sem að heimila gjaldtöku vegna leyfisveitinga og sem á að hluta til að fjármagna þá þessa stofnun. Atvinnufrelsi, við tölum á ferðafrelsi, nú verið að takmarka einhverju leyti atvinnufrelsi. Hvernig snertir þetta þið og hvernig verður þínu mati að stunda rekstur innan þjóðgarðsins og hvaða áhrif heldur þetta hafi á ykkar vöxt? Já, svona stuttasvarið að það okkur finnst náttúrulega ákveðin að þessu, svona hver andi laganar og rétt að ítreka það í markmiðum hálendisþjóðgarðsins í 3. grein ekkert kveðið á það að þar fari fram einhver atvinnustarfsemi. Það aðeins talað það að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðs. Það engin, og svona andi lagarnir svolítið í þá veru að þarna skuli nú ekkert sérstaklega mikil atvinnustarfsemi fara fram og það náttúrulega gefur auðvitað að ef það niðurstaðan og andi laganna þá þetta ógnulegt starfsemina hjá okkur klárlega. Hitt að við erum leyfisveitingar þurfa að vera til staðar sama hvað
Króin heitir og rétt að ítreka það að það eru nú þegar til staðar auðvitað bara eins og önnur starfsemi. Við þurfum starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti og rekstrarleyfi frá sýslumann og svo framvegis og auðvitað En það er náttúrulega ekki sérstök leyfi til að starfa innan hálendisins, það er bara leyfi sem lúta almennum skilyrðum. Það er bara almenn skilyrðum rekstur og ég sé kannski ekki ástæðu til þess að það sé sérstaklega kveða það á þessum landshluta að það skuli vera einhver íþyngjandi lög og reglur gagnvart því og þá nú kannski allt til að vitna til þessar jafnræðisreglur sem að Hreinn Já, áhugavert þó skulle nefna þetta með nágrenni hálendisþjóðgarðsins vegna þess að í ákvæðum í frumvarpinu það sem lýtur að atvinnustefnu, þá var einmitt talað sem eitt markmið að styðja við atvinnu í nágrenni þjóðgarðsins og þetta er eitthvað sem ég hafði nú sjálfur ekki eins og tekið eftir en þetta er mjög athyglisvert. En það er einnig að finna í frumvarpinu mjög ítarleg eignarnámsákvæði og í rauninni ráðherra hefur bara heimild til að taka eignarnámi og þjóðgarðurinn til að mynda fasteignir eins og ykkar. Maður spyr sig, er eðlilegt að opinberir aðilar hafi svo umfangsmiklar heimildir bara án þess að fyrir því séu einhver sterk rök að eignarrétturinn sé raun ekki virtur meira en þetta? Sko í friðlýsingar skilmálum mörgum eins og í Þjórsárverunum þar sem við erum með föllum myndum með setrið þetta sem skuldtöku ákvæði þar inni sem að við gerðum harðar athugasemdir við í því þegar var við að taka friðlýsinguna þar inn. En þar þarf það að fara fyrir sem sagt í raun og veru stærri nefnd, sveitarfélagið og annað. En þegar að þjóðgarðurinn kemur, að þá samkvæmt frumvarpinu þá hefur hálendisþjóðgarður heimild til þess að óska eftir eignaupptöku ef hann á peninga til þess. Það er ekki talað það þurfa að fara fyrir einhverja nefnd og annað. Og það sem við teljum til dæmis í því og höfum fregnir að því reyndar ekki nýlega, það eru gamla fréttir þar sem að menn hafa verið þvingaðir til samninga á þeim forsendum að ef þeir samþykki ekki þá verður bara skálinn tekin af þeim. Þetta er nú mjög áhugavert myndi að bera saman þessi svæða því að Landmannahellir er innan friðlands á Fjallabaki og þið eru auðvitað í friðlandinu í Þjórsárverum. Eru sambærilega ákveð á þetta hjá ykkur, Engilbert? Það er nú, við erum auðvitað þarna. Það má eiginlega segja að það hefur nú verið ákveðin ógn við starfsemi hjá okkur allt frá því að þjóðlendufrumvarpið var samþykkt þarna 98 og þarna er ekki búið að ganga endilega frá lóðaleigusamningu þannig að við höfum þannig að okkar starfsemi hefur náttúrulega verið svolítið svona kannski má segja í óvissu allt of lengi og það er ekkert að byrja með þessum tillögum því miður. En ég tek undir það að þessi eignarnámsákvæði eru náttúrulega skýr og því miður þetta nú svona hnígur þetta alltaf þeirri átt sem ég var að nefna áðan að þarna eigi ekki endilega að fara svo mikil atvinnustarfsemi fram eða þar með eins og skálagistingar sem við erum að bjóða upp á. Það er endar sá ég í skýringunum talað það að þetta sé svona verið að hafa þetta eins og í öðrum þjóðgörðum eins og til að mynda á Þingvöllum. En ég lít nú þannig á að það þurfi ekki svona ákvæði svona sterk ákvæði inn í svona lagatexta og kannski finnst það einhverjum þörf á því að það sé eitthvað slíkt í lóðalegu samningu slíkt eins og við Þingvallavatn og þá þarf það að vera þarna líka en mér finnst þetta svona allt nýga í þá átt að þarna skuli nú ríkisvaldinu veittur nánast ótrúlega heimild til þess að hafa ganga inn í ákveðin svona hefðir og nýtjar og það er ekki gerð neinn greinamunur á því hvaða starfsemi er að ræða, hvort að það er atvinnustarfsemi eins og við erum klárlega að stunda þarna og erum svo sem í þjóðlendulögum segir að maður megi ekki reisa sér mannvirki það til eigin nota en ég veit ekki hvort að þetta er í þeim anda en þarna er ekki gerð neinn greinamunur á því hvort að maður er að reisa þarna atvinnuhúsnæði til rekstrar eða nytjaréttarhafar eins og í Landmannahelli og við erum með að hluta til á leigu eða náttúrulega stóru hlut á okkar starfsemi að taka á leigu húsnæði sem að nytjaréttarhafar eiga við félag Landmannahellisréttar á sem að nýta sína eigur og geta farið þarna og stunda sína nytjar, hvort sem það er veiði eða smölun. Þannig að það er ekki gerður neinn greinamunur á því en sem mér finnst líka ákveðin galli
ef að slíkt á að vera inni á annar borð. En mér finnst líka að þessi 5. grein æði skýr og það settar mjög mikla valdheimildir fyrir ríkið þarna í þessari 5. grein. Þeir segja að forkaupsréttar ákvæði inn í lóðalegus að það tilgreint að það skuli eins og Sveinbjörn var að nefna í lóðalegusamningum. Og sé ekki alveg grundvöllin fyrir því slíku. Nema að það segi náttúrulega þurrkallar eigur okkar, hvort sem það eru í Landmannahelli eða hjá 4x4 og svo framvegis bara á Hollendinum. Það er þetta kannski heimilt að vera allavega til staðar. Manni finnst stjórnarskrárákvæðin eins og eignarrétturinn í stjórnarskránni, manni finnst oft öll ákvæði stjórnarskrárinnar oft vera svona, metið frekar létt í þessu sem að við héldum allavega að væri æðsta vald þjóðarinnar. Og almennt hefur bara verið mjög erfitt í núna síðustu ár að taka eignarnámi, sko. Það þurfa að vera gríðarlega svona mikil rök fyrir því og það hafa nú fallið dómar þar sem að það sem menn hafa hreinlega þurft að breyta bara skipulagi til þess að á vegum og öðru slíku að því að menn hafa ekki haft nægar forsendur til þess. Mér þótti athyglisvert það sem hún nefndir, Engilbert, með netiréttarhafann. Ég hef nú kannski átt að spyrja síðustu viðmælendur mínar það, af því að í lögum fjallskil segir að sveitarfélög skuli tryggja fjallmönnum húsakost og annað á Hollendinu og það dálítið í mótsögnu það ef að ráðherrann getur svo bara tekið þessu hús eignarnámi og hvernig þá sveitarfélögin eiga uppfylla þær skyldur, en það kannski aðeins út fyrir efnið. En eitt sem ég hjá eftir hjá ykkur, Sveinbjörn, í umsögn ykkar til Alþingis, það sem þið talið um aðila sem stunda akstur í atvinnuskyni og velti þá meðal annars upp hvort að það skipti máli að hann hafi viðkomið innan þjóðgarðs eða hreinlega keyri bara í gegn, og þú nefnir að þessi mál hafi ekki verið full-leyst í Vatnajökulsþjóðgarði samkvæmt umsögninni. Getur aðeins sagt mér meira frá þessu? Þetta þótti mér svolítið athyglisvert svona að lesa að það gæti orka tvímælis hvort að menn megi hreinlega bara keyra hann í gegn, sko. Það hefur Vatnajökulsþjóðgarði tók upp á því núna með ísellana við Breiðamerkurjökli að fara að setja kvóta á þá. Þannig að ferðaþjónustufyrirtæki áttu semst að fá bara sinn kvóta. Þetta náttúrulega gert rétt fyrir COVID, þannig að það svo sem ekki komið reynsla á það, en þarna var verið að úthluta kvótum og þá breytti svolítið miðað við það sem maður að heyra frá þeim sem eru á svæðinu, aðstöður og annað, þeirra kvóti var minnkaður eða skertur, en fyrirtæki Reykjavík fengu kvóta á móti, þannig að þeir geta keyrt frá Reykjavík og inn úr, og við höfum ekki fengið neina skýringar og það er náttúrulega ekki komin eitt út úr því bara þetta hægt, þetta ekki hægt að kvótastýra í raun og veru hvernig hluturinn að þú keyrir með ferðamann úr Reykjavík og ætlar að sýna honum ísellin með 2 menn í bílnum. Þú mátt ekki fara að sýna honum ísellin því að þú ert ekki með kvóta. Þetta ekki orðið nógu skýrt í þessu, þannig að eins og heyrir það ýmislegt sem þarf að leysa áður við. En þetta náttúrulega snertir rauninni bæði ferðafrelsi, almannarétt og eins atvinnufrelsi, sko, að það sé orðið svona íþyngjandi einmitt að menn geti stundað ákveðna atvinnu. Já, við gerðum nú grínaði ef að þú byggðum mömmu þín í bíltúr og hún borgaði með þér í bensínur og þá voru þeir greiðandi farþegi og þarf að fá kvóta fyrir hann til þess að sýna henni ísellinni. En annað sem að kannski lítur aðeins að þessu og kannski spurning til eitthvað beggja bara, nú kemur fram að það sé heimilt að loka einstakar svæðum tímabundi meðal annars vegna viðburða eða verkefna, svo sem kvikmyndagerðar og annað slíkt. Nú standið þið báðir að skálarekstri á Hollendinu. Er eðlilegt að hægt sé að hafa slíka áhrif á rekstur eins og ykkar fyrirvara lítið? Nú eru kvikmyndaverkefni ekkert skipulögð með endilega mjög löngum fyrirvara en það er kannski búið að selja upp í húsin með einhverjum mörgum mánuðum, og hver á að bæta það ef að viðskiptavinir koma svo ekki inn á svæði til að kaupa eða nýta þá þjónustu sem þeir eru jafnvel búnir að greiða fyrir? Við höfum nú reynsla því að það hefur verið lokað tímabundið hjá okkur og það er annars vegar vegna kvikmyndagerðar á Dómatasleið og síðan vegna rallyaksturs. Það er nú yfirleitt mjög tímabundið en svona kannski hefur ekki verið mjög íþykjandi en samt fyrir okkur þetta ákveðin óþægjandi því og það er nú aðalega verið út af því að það skort á samráð og svona einhvern aðdraganda langan í því. En það er náttúrulega sama og ég nefndi áðan að það er í 21. greininni talað um þetta. En ég sé ekki að það sé nefnt sérstaklega þarna
þetta við aðra en að fara svæðið en ekki þá sem að reka þar þjónustu og það náttúrulega kannski að því andilagan kannski ekki þannig að það sé svo mikið þjónustu þarna, þannig að það segir þetta sko það hafa samráðið sem líka ákvörðun fulltrúa ferðaþjónustu og útivistar sem ætla að hyggja í ferðir svæðið en ekki þá sem eru með eitthvað rekstur á svæðinu. Það bara að spyrja þá sem að þværast þarna eða þælast eða eitthvað, ég ætla ekki að orða þetta þannig heldur með ferðir. Og það náttúrulega þetta hefur verið svona kannski ekki mjög mikið mál en þarna eru náttúrulega valdheimildirnar talsvert miklar og ekkert, en samráðið kannski bara skortn og skammti og auðvitað ekki talað einar bætur eða neitt slíkt en ég veit ekki, þetta svona nýgur í þá átt að þarna sé kannski ekki endilega að hugsa til okkar sem erum að reka þarna gistingu. Nei, það eins og segir sko ætlar að ferðast svæðið. Þetta svona huglæg möt í þessu. Hvernig í veröldunum getur hugsað út í ætlar þess að fara, ætlar þess ekki að fara. Þetta bara, maður velti fyrir sér, bara það alltaf að opna allstað glugga þar sem hægt eru glufur til þess að komast í gegnum og frumvarpið svona einhvern veginn full opið. Þessi liður sérstaklega, en það eru margir liðir aðrir opnir, til dæmis eins og orðið viðburður. Allur viðburður leyfisskyldur. Og við höfum nú spurt ráðherra bara beint að því, ef að ferðaklúbburinn ákveður það að halda þorrablót í setrinu, þarna fara 50 til 60 manns, þetta viðburður. Þurfum við að setja leyfi, endar þetta með því að við þurfum að fá landvörð, keiftan til okkar, að því að hann telur að við getum valdið til spjöllum á náttúrunni eða hann vil fylgjast með því hvaða viðburður þetta er. Það er svo margt opið. Og þetta gefum beint að skálum sérstaklega okkar sem eru í félagasamtökum og öðru. Og eflaust líka hjá einkaaðilum eða rekstraraðilum sem ætla að gera eitthvað sérstakt á einhverjum ákveðnum tímum. Nei, og þessi velt upp í umsögnum ég sá meðal annars frá útivist, það sem að velta fyrir sig bara varandi skipulega gönguferðir og annað, hvort að það sé viðburður og þetta er auðvitað mjög óljóst hvað falli hann undir og eins varðandi þessar heimildir til þess að rukka fyrir gistingu, sko, í hverju felst það, má rukka fyrir gistingu í skála sem einkaaðilar eða félög eiga og þetta nýr gistináttaskattur og hvað er þetta, sko, þetta er dálítið athyglivert að sjá hvernig þetta kemur þarna fram. Já, það var að opna og fullt af hlutum sem ekki, að því að við erum til þess ekki sem sagt undir gistináttargjöldum sem félagasamtök, en þarna geti þjóðgarðurinn náttúrulega sett á okkur gistináttargjald. Já, ég meina það allavega ekkert sem að, maður getur lesið það út úr textanum að það sé þannig, sko. Já. Og þá veltum maður hvort að Engilbert voru að greiða tvöfaldan gistináttarskatt eða hvernig það sé, sko, þetta er. Já, við náttúrulega höfum þurft að borga hann að því nema reyndar að það var ekki greiddur í ár og ekki á næsta út, bara út af svona sértækum aðgerðum. En einn svona, nú ég að velta, Sveinbjörn kom náttúrulega inn á það áðan að þeir eru með skála í setrunni innan friðlandsins í Þjórsárverum og þið hafið starfað allan ykkar tíma, Engilbert, innan friðlands að Fjallabaki. Það væri áhugavert að þú getur aðeins útskýrt svona hvernig gengur og hvernig hefur gengið að byggja ferðaþjónustu á friðlýstu svæði, hvort það sé einhverja takmarkanir eða annað sem að þurfa að taka tillit til út af því. Já, Friðlandið náttúrulega, ég þekki ekki annað en að hafa það, ég var þá ungur þegar það var sett árið 1979 og við erum búin að vera þarna síðan 1990 og það er svo sem allt í lagi að halda því til haga, við höfum haft ágætis samráð við Náttúruverndarráð og síðan Umhverfisstofnun í framhaldinu og erum í góðu samstarfi við þá. Það er alveg rétt að halda því til haga, þeir eru nú með hús þarna og kaupa okkur ákveðna þjónustu og saman eigum við þarna sendu og annað slíkt, þannig að við höfum, þetta var kannski ekki mikið reynt á þetta undanfarið þegar við höfum haldið okkur höndum núna undanfarin ár, meðal annars út af þessum þjóðlendulögum og ákveðni óvissu sem er bara til staðar, bæði út af þeim og síðan út af þessum fyrirhugaða þjóðgarði. Við höfum ekki farið í neina, til dæmis ekki inn á skálabyggingar og slíkt, en þarna er náttúrulega til deiliskipulag sem var gert fyrir nokkrum árum síðan og verið að vinna endurskoðun á núna í frumkvæði Umhverfisstofnunar og við svo sem tökum bara þátt í þeirri umfjöllun og ekkert nema gott það að segja. En auðvitað má svo sem segja
það er ekki að vera, ég er þeirra skoðanar, það er auðvitað gilda sömu lög allt hálendið. Og það eru bara, það getur verið bara, menn myndu, því ég náttúrulega, hafi það ekki komið fram að þá ég náttúrulega mótfallin þessari tillögum hálendisþjóðgarð eins og hann birtist núna, en ég hef lengi verið þeirra skoðunar það ég vera samræmt umgengnisreglur hálendið bursi frá því hvort það friðlandið ekki. Það er bara því að maður þekkir það gegnum sína gesti í allar þessu árum að menn leika það ákveðna, menn geta haga sér eitthvað öðruvísi gagnvart náttúrunni hvort sem þú ert innan friðlands eða ekki. Það megi bara keyra út og suður að því að fyrir framan friðlandsskilti og slíkt, það gengur ekki upp. Þannig að en auðvitað þurfum við það er frekari leyfisskylda innan friðlandsmarka heldur en ekki og það hefur svo sem ekki endilega reynt á það gagnvart okkar uppbyggingu. Svona því sé til haldið til lag og við höfum þetta kappkostað við að hafa gott samstarf við þess aðila alla saman sem að málin fjalla og ráða. En hafið þið eitthvað það að segja hvað gera inn á svæðinu, hvað framkvæmdir eða annað sem þið standi í? Er leitað til ykkar eða eru þið með í ráðum varðandi slíkt? Það náttúrulega, það stendur yfir vinna við verndaráætlun fyrir svæðið og við höfum svo sem verið kallaði til fundar það eins og ásamt fleiri rekstraraðilum og bara almenningi. Ekkert, og við höfum svo sem, eins og ég segi með þessar skoðun á deiliskipulaginu, við höfum bara haft gott samstarf við Hákon og félaga í þessu sem er nú starfsmaður umhverfisstofnunar svona yfir þessu á Suðurlandi. Þannig að ég hef svo sem ekki endilega yfir því að kvarta beinlínis. En við höfum verið í sambandi við sveitarfélagið og það hefur gefið út ákveðin leyfi og slíkt þarna og sé ekki neitt sem að kallar á það eins og Guðrún nefndi þarna síðasta fundi með þér að það er ekkert sem kallar á þetta að breyta þessu því að við erum ekki dýr einum stórum vandamálum að ég held á þessu svæði. Ég ætlaði einmitt að nefna það hefði komið fram í síðasta þætti að mönnum þætti kannski óþarf að breyta því sem virki ágætlega og þess vegna var ég svona velta þessu fyrir mér hvort þetta virki ekki bara ágætlega eins og fyrirkomulagið í dag. Má ég skjóta það inn? Endilega. Að því að hann talaði stjórnar- og verndaráætlunar sem verður að vinna núna fyrir Fjallabaksvæðið þá kom ferðarklúbburinn Fetar og Landssambands íslenskra vélsleðamanna saman til fundar við Umhverfisstofnun og fórum yfir það skipulag sem snýr að akstri á svæðinu og annað og við áttum virkilega gott samstarf við þá þar sem að fara vel yfir hlutina og leiðirnar, allar þessar venjulegu leiðir bæði fyrir túristakeyslur og eins vetraleiðir hjá okkur og annað. Þetta var allt saman samþykkt eftir mikla fundarhöld og við auðvitað gáðum við eftir líka en þeir voru mjög skilningsríkir á því hvernig við ferðumst svæðið og tókum mikið tillit til þess. Gott að eiga samstarf við þá. Já, ég get sjálfur nefnt sama varðandi auðlegðir einmitt inn á Landmannaafrétti sem að ég kom að við með Umhverfisstofnun og það var mjög fínt samstarf með öðrum sem hafa verið að stunda þar skipulagðar ferðir. Eitt sem ég hjá eftir hjá ykkur Sveinbjörn í umsögninni því talið ferðamenningu og þjóðgarðurinn hafi ekki það markmið að standa vörð hana. Getur aðeins útskýrt þetta nánar? Já, við svona, það hefur verið allavega til okkar þá höfum við fundið það að við séum eins og Snorri Ingimarsson vinnur minn segir að við séum eins og skítugu börnin að Evu. Vélknúin umferð, hún í hugum margra bara algjörlega forboðin. Þeir vilja bara ekki sjá hann upp á hálendinu en þeir átta sig samt ekki á því flestir að vélknúin umferð bara nauðsynleg til þess í raun og veru að við getum ferðast landið okkar. Við eigum reyndar eins og við segjum 2 lönd. Við eigum sumarland og vetraland. Sumarlandið fallegt og grænt að miklu leyti, vetralandið bara hvítt. En á sumrin þegar við erum að fara að við náttúrulega slóðirnar okkar eru hálendið, það búið að ferðast hálendið frá 1940 og ekki 2 eitthvað svoleiðis. Sem eru að fara á fyrstu jeppunum upp á land, upp á hálendið ætlaði ég segja. Og það búið að fara upp á hálendið síðan ef að þessir jeppar hefðu ekki komið til sögunar. Þá veit ég ekki hvenær við höfum farið upp á hálendið, menn fóru ekkert mikið nema bara rétt ríðandi og
það þótti bara mikla svæðifarir og vorskúð og vetrarakstur upp á hálenduna. Við skulum geta ekið hálendið á veturnar á sérbúnum bílum sem eru hannaðir og smíðaðir hér hjá okkur með okkar þekkingu. Þetta náttúrulega bara ótrúlegt og sérstakt, þetta bara verða menning. Og ég stakk nú einu svona upp á því við Svandísi Svavarsdóttir þegar hún var umhverfisráðherra, hún ætti að friða hinn íslenska jeppamann, þetta væri mjög sérstakur kynstofn. En ég náði reyndar ekki í gegn, ég skal við það. Setta það inn í verndaráætlunina. En við teljum allan að það þurfi að vernda þessa menningu okkar sem sprottin í raun og veru upp úr einstaklingsframtaki. Þetta ekki fyrirtæki sem að komu með þessa hugmynd breytingar á bílum og annað. Þetta eru einstaklingar og bara einstaklingar sem fengu það frelsi að fá að ferðast bara landið. Og ef á að fara að stoppa þá og loka því og hanna þetta sem eitthvað elítu land fyrir einhverja sérstaka, þá náttúrulega bara það fungerar ekki, það gengur ekki upp. Og ég ætla bara rétt að vona að verða ekki samþykkt. Nei, þetta svona þessu tengt kannski eða ótengt svona ská, þá talað þá ákvæði atvinnustefnu og að stjórnin skuli setja hann upp og maður velti fyrir sér hvort það sé eðlilegt að svo þröngur hópur koma því að setja upp atvinnustefnu, okkur sé ekki eðlilegra að það sé bara almennur rammi það hvernig menn mega haga sér inn á svæðinu og síðan sé það markaðurinn sem að stjórni því hvaða þjónusta í boði. Hvað segir þau þetta? Þurfum við einhverja svona stefnu að ofan það hvernig við megum, hvaða atvinna megi stund á 30% landsins? Það náttúrulega kannski má segja að það svona snýr kannski að þessu, að því ég nú hérna sem svona fulltrúi þeirra sem eru með einhverja skála líka, en get nú svo sem farið í fleiri buxur líka. En það er auðvitað kannski ekki, það er auðvitað hérna, við erum með skipulag sveitarfélaga og það verið að gera landskipulag og það verið svæðiskipulag sem sveitarfélagin á Suðurlandi að vinna að. Það fellur hálendið undir og þetta bara vera undir almennum hætti. Heldur en að ákveða það að þetta sé svona með einhvern sértækum aðgerðum hægt að koma í veg fyrir atvinnustarfsemi. Það er svona má deilum það hvort að það bara standist. Við erum oft bent líka á það, við erum náttúrulega með lög í landinu sem að hafa hingað til haldið alveg ágætlega utan að þessi málefni á hálendinu. Við höfum náttúruverndarlögin og þau eru bara nokkuð skýr. Með því að stofna þennan hálendisþjóðgarð að þá vera að taka þá lög og hafa miklar íþyngjandi aðgerðir sem verið að gera þar innandyra og talað það náttúrulega að hálendi sé einhver eins og villta vestrið, þarna bara reisi menn upp bara búðir og þarna bara hafi starfsemi og menn byggja skála og menn gera þetta og menn gera þetta. Þetta er bara ekki rétt. Það verið að setja ranga mynd, það verið að búa til einhverja hryllingsmynd til þess að fólk hlaupi að og kjósi með bara endilega og lokið þessu hálendi og bjargið því, það verið að eyðileggja. Það er ekkert verið að eyðileggja, það er bara langt í frá. Við eigum myndir að því þegar við komum fyrst inn í setrinu 1987 og nú er orðið grænt í kringu setrið. Það var ekki stingandi strá þegar við komum. En nú er það bara mjög huggulega mosavaxið og fínt og það ekki nein spólfur í brekkunum. Bara hafa það á hreinu. En það er ekki markmið okkar að keyra út allt. Markmiðið að njóta hálendisins. Og það gerum við náttúrulega samkvæmt þeim lögum og reglum sem í gangi í dag með þeim heimildum sem við höfum. En með því að loka þessu íþyngja og fara í einhverja markvissa stefnu eins og ég kalla að loka hálendinu fyrir komandi kynslóð sem að enginn veit hvenær kemur því að hún er alltaf að koma. Við sjáum ekki það sem markmið. Við eigum náttúrulega að njóta hálendisins eins og það er í dag og nýta það, en að sjálfsögðu að vernda það leið. Ég ætla að enda á sömu spurningu til ykkar og ég bar upp við viðmælendum mín í síðasta þætti að því að þú komst inn á markmiðin Sveinn Björn og við getum flestur í sammála að markmiðin eins og þau koma fram í frumvarpinu eru í sjálfu sér ágætt í grunninn. En ég heyri á ykkur og síðustu viðmælendum að þetta frumvarp er kannski ekki endilega leiðin að þessum markmiðum. Hvaða aðra leið ættum við að fara ef við þurfum að fara einhverja aðra leið til að ná fram markmiðum að vernda
þetta svæði og auka sjálfbærni þess fyrir komandi kynslóðir. Og við byrjum á þér, Engilbert. Ég held að eins og ég kom að áðan þá eigum við að setja okkur einhverja samrænda umgengnisreglur hálendið og reynda kannski þá við líka þannig að inn á þjóðlendinu og það getur bara spyrta við þjóðlendu lögin þess þar með og þessi, ég þeirra skoðunar að ef það þarf að koma böndum á þetta þá getum við gert það með öðrum hætti. Það sé ég fyrir mér og ég auðvitað treysti sveitarfélögunum sem að hálendinu standa líka saman að slíkri svona kannski einhverju eins og menn hafa nú að horfa til eins og til dæmis hérna á Suðurlandi með svæðisskipulag. Það verði lögð einhver sameiginleg lína þetta og síðan þetta að gera verndaráætlanir svæðin eins og til dæmis Írlandi og jafnvel bara hálendið í heild sinni. Ég sé ekkit endilega þörf á þessu þarna því að svo erum við ekki búin að tala peninga en þetta kostar helling og mér hefur sýnst að það nú ekkit endalausir fjármunir hjá ríkinu til þess að setja í svona lagað og ég vil þá til dæmis nefna eitt sem þarf auðvitað að vera í verndaráætlun og það að bæta vegi. Ég hef búin að fara þetta nokkuð oft inn á Dómótasleiðina núna undanförnum 50 árum og vegurinn hefur þeir sem hafa farið hann og ég veit að þeir náttúrulega hafa gert það báðir margsinnis og þeir sem hlusta hér að hann hefur nánast ekki fengið neitt viðhald. Það er bara einn liður í þessu og það lagast ekkert með einhverjum svæðisráðum og endalausum kostnaði og þjóðgarðsvörðum og gestastofum. Svo þetta bara því að þetta er nú á vegum ákveðna stjórnmálaflokk sem ég reyndar er í að við mögum ekki gleyma því að það er ekkit ríkið á ekkert að vera vasast í öllu ef einkaaðilar geta gert það. Og þá er það til dæmis eins og ég vil koma því að þó að það sé ekkit endilega okkar verkefni opinberlega þá höfum við stundað landvörslu í Landmannhelli í Hellismenn í 30 ár. Og við að þjónusta þar okkar viðskiptavini og þá sem við fara svæðið á þess að taka krónu fyrir og höfum ekki notið neinna styrkja og höfum ekki verið að biðja þá heldur en þarna eru einkaaðilar sem að sinna því og þeir þurfa ekkert að vera í klæðum ríkisstarfsmanns til þess að sinna því jafnvel eins og okkar starfsmenn sem er ekkert síður vel til þess fallnir sem þekkja mjög vel svæðið og hafa reynsla af því. Kannski nefna það, ég hafi nú lánað ferðaklúbbnum einmitt hús þegar við höfum verið að stika inn á Fjallabaksvæðinu. Þá höfum við fengið að gist í skálum hjá ykkur. Já, verið bara velkomnir og það er nú bara dæmi það að hvaða lítið fjármagn í þetta að klúbburinn ykkar hefur kannski staðið sig einna best í því að stika vegi þarna, sem dagvegi, það eru aðrir í að stika gönguleiðirnar. En þetta er náttúrulega hluta náttúruvernd að það er að menn viti hvað er ekki fara og það sé betra að keyra veginn heldur fyrir utan. Já. En að þið voru að spyrja þetta líka, hvað væri betra að gera? Við náttúrulega verðum að gera upp fyrst grein fyrir einu að þeir erlendu ferðamenn sem að koma hingað til landsins og fara upp á hálendið að fá að keyra fyrir þá að keyra Kjalveg og það er bara þvílíkur jeppatúr svo mér finnst þetta nóg að veturnar að fara bara yfir Helliseiðina, það dugar þeim og vilja bara heim og í hótel eftir en sko ef við ætlum að í raun og veru gera eitthvað þá eigum við náttúrulega sjálfsögðu til þess að lifa náttúrulega að njóta vafans þá þarf hálendið að halda áfram að vera afskekkt. Það á að vera erfitt að fara upp á það. Þetta á að vera torsótt og þannig í raun og veru getum við haldið hálendinu til friðs. Ef við ætlum að fara láglendissvæðið eða hálendið, þá náttúrulega getum við gleymt því. En hálendið eins og í dag, þá er erfitt að komast þangað og það er ekkert að færi hver sem er. Þannig að þetta telur bara vera réttu lausnina. Það er að halda því þannig. Við erum með ákveðnar stöðvar þar sem eru túristar geta farið og fengið þá leiðsögn reyndra manna svæðið eins og ferðaþjónustu aðil og annað, en ekki opna þetta bara þannig að þar geta bara allir valsað eins og þau vilja. Það eigum við alls ekki að gera. Við höfum að njóta þess sem eins og í dag og halda því eins torsótt og við getum. Þannig getum við líka haft eitthvað út úr því ferðaþjónustaðilegarnir.
Ég held að við erum komin fram yfir tíma og ég held við skiljum hlustendur eftir með þetta. Látum þetta vera loka orðin í þessum 40. og 7. þætti Pólitíkurinnar og þeim seinni þar sem við fjöllum hálendisþjóðgarð. Ég þakka ykkur Sveinbjörn og Engilbert fyrir að setjast niður með mér og ræða þessi mál. Ykkur sem horfið og hlustið þakka ég samfylgdina. Lifið heil. Takk fyrir mig.